leið tilefni til að horfa yfir árin 50 og gleðjast yfir góðum minningum. Kæru útskriftarefni, útskriftarnámi markar stór tímamót. Þið megið sannarlega vera stolt af árangrunum sem þið hafið náð og staðfestu verður með prófskírteinunum sem þið takið við hér á eftir. Dagurinn í dag er hátíðisdagur og tilefni til að fagna. Við munum hefja þessa athöfn á því að skýrsla skólans verður flutt og það er Dórótea Margrét Einarsdóttir aðstoðarskólameistari sem mun flytja hana. Gjörðu svo vel, Dórótea. Ágætu tilheyrendur, nú verður flutt skýrsla skólans fyrir skólaárið 2023 til 2024. Af fjölmörgu er að taka og verður hér stiklað á stóru það sem helst stendur upp úr í starfi skólans. Skólaárið hófst að venju með nýnemaferð. Að þessu sinni var ferðinni heitið í Arnarfjörð, Bíldudal og Tálknafjörð. Ferðin heppnaðist vel og finnum við sífellt betur fyrir því hve bættar samgöngur skipta miklu máli þegar kemur að því að efla tengslin milli norður- og suðursvæða. Það má líka sjá í nemendahópnum okkar en 20 nemendur af Suðurfjörðunum stunda nú nám við skólann og býr hluti þeirra á heimavistinni. Í byrjun haustunar tókum við 2 daga frá hefðbundinni kennslu til að hrista saman nemendahópinn í upphafi skólaárs. Dagskráin var mótuð af starfsfólki og nemendafélagi skólans og fól meðal annars í sér íþróttakappleiki, ljósmyndamaraþon og sófasmíði þar sem gömul skrifborð voru endurnýtt. Vel þótti takast til að blanda nemendum saman í verkefnum af þessu tagi. Stefnt er að því að endurtaka leikinn í haust, en þó með aðeins breyttu sniði þar sem við höfum fengið styrk úr þróunarsjóði innflytjendamála til að skipuleggja verkefni sem stuðla geti að inngildandi menningu innan skólans og stutt við fjölbreytileika á jafningjagrundvelli. Í upphafi haustanar voru 448 nemendur skráðir í nám við skólann. Alls voru 184 nemendur í dagskóla og þar af 57 nýnemar. Aðrir nemendur stunduðu fjarnám eða lotubundið dreifnám. Önnunni lauk með útskriftarathöfn þann 20. desember þar sem 32 nemendur voru brautskráðir af 13 námsbrautum. Við upphaf vorannar voru nemendur 483, þar af 178 í dagskóla og helmingur þeirra í starfs- og verknámi. Í dag munum við brautskrá 61 nemanda af 14 námsbrautum. Nemendur Menntaskólans í Ísafirði eru afar fjölbreyttur hópur. Margir nemendur eru með annan tungumála- og menningarbakgrunn en íslenskan og í dagskóla er hlutfall þeirra 4. Nemendur MÍ stunda sitt nám á 17 mismunandi námsbrautum, ýmist í dagskóla, fjarnámi eða dreifnámi, í bóknámi, verknámi, listnámi eða starfsnámi og með íþróttasviði eða án. Þau búa í rúmlega 50 mismunandi bæjarfélögum og spanna ríflega 50 ár í aldri. Fjölbreyttur nemendahópur kallar á fjölbreytt námsframboð, sem aftur kallar á sveigjanleika í rekstri og útsjónarsemi þegar kemur að aðstöðu til kennslu og náms. Allt nokkur skeið hefur legið fyrir að bæta þyrfti aðstöðu til verknáms í skólanum. Eru það einnig helst húsasmiði, háriðn og rafiðngreinar sem ekki hafa fengið viðunandi kennslurými auk fabláfsmiðunar. Lengi hefur verið beðið eftir því að fjármagn fyrir nýbyggingu yrði tryggt. Sú stund var loks að veruleika þann 4. apríl síðastliðinn þegar undirritað var samningur stækkun á aðstöðu til verknáms við skólann. Samninginn undirrituðu fulltrúar sveitarfélaganna við Djúp, auk Árneshrepps og Reykhólahrepps ásamt Ásmundi Einari Daðasyni barna- og menntamálaráðherra og Heiðrúnu Tryggvadóttur skólameistara. Stefnt er að því að framkvæmdir hefjist á næsta ári og það kemur það bil 2 ár. Mun nýbyggingin bæta við allt að 1000 fermetrum í aðstöðu til náms í verkgreinum og gera skólanum kleift að bregðast við aukinni aðsókn í starfs- og verknám. Það er mikið fagnaðarefni að þessi áfangi skuli nú vera í höfn og gefur skólanum sannarlega
þessu ári úthlutaði mennta- og barnamálaráðuneyti styrkjum sem ætlað er að styðja við nýjar nálganir og hvetja skóla til nýsköpunar á sviði skólaþróunar. Alls bárust 73 umsóknir og hlutu 40 þeirra styrk. Menntaskólinn á Ísafirði var einn þeirra, hlaut tæplega 5 milljónir í styrk og þriðju hæstu styrkupphæðina á landsvísu. Verkefni sem MÍ hlaut styrk fyrir er þverfaglegt skólaverkefni orkuframleiðslu, þar sem meðal annars er stefnt að því að setja upp sólarsellur við skólann. Verkefnið verður unnið með sérfræðingum Bláma og Orkubús Vestfjarða og gefur tækifæri til að samþætta námsgreinar og tengja saman nemendur af ólíkum brautum. Við erum afar þakklát fyrir þennan veglega styrk og hlökkum mikið til samstarfsins við Bláma og Orkubú Vestfjarða. Vorið 2023 var lokið við að innleiða 5. og síðasta græna skrefið í ríkisrekstri hjá MÍ
aðstoð við heimanám innan skólans. Félagslíf nemenda hefur verið einstaklega blómlegt í vetur. Fjölbreyttir viðburðir hafa verið haldnir og má þar nefna nýnemaball, körfuboltamót, kaffihúsakvöld, 1. deshátíð, jólaviku, páskabingo og margt fleira. Klúbbastarfi var ýtt úr vör og hafa þó nokkrir klúbbar hafið starfsemi á skólaárinu, meðal annars borðtennisklúbbur, tónlistarklúbbur og spilaklúbbur. Hápunktur í félagslífi MÍ að vanda hina árlega sólrisuhátíð og uppsetning sólrisu-leikritsins. Að þessu sinni voru það Dýrin í Hálsárskógi sem fóru á svið í Edinborgarhúsinu undir leikstjórn Birgittu Birgisdóttur og urðu sýningar alls 8. Gróskudagar fóru einnig fram í sólrisuviku. Nemendur vörðu þá 2 skóladögum í óhefðbundnar námsgreinar eins og sjósund, brauðtertugerð, klifur og kleinubakstur. Við þökkum stjórn nemendafélagsins fyrir einstaklega gott samstarf í vetur. Nemendur Menntaskólans á Ísafirði náðu góðum árangri á ýmsum sviðum. Má þar nefna 2. sæti í nýsköpunarhraðlinum MEMA, loka úrslit í fyrirtækjasmiðju ungra frumkvöðla eftir vel heppnaða vörumessu í Vestrahúsinu, úrslit í samkeppni Landverndar bestu umhverfisfréttirnar og 8. úrslit í Gettu betur. Náðist þar að jafna besta árangur skólans hingað til og komast í sjónvarpssal. Þar steig líka á stokk hljómsveitin Paranoid og hlaut verðskuldaða athygli fyrir tónlistaratriðið sitt. Foreldraráð Menntaskólans á Ísafirði var endurvakið á haustdögum, en það hafði legið í dvala eftir heimsfaraldur. Ráðið hefur meðal annars það hlutverk að efla samstarf foreldra, starfsfólks og nemenda. Við í MÍ erum afar þakklát fyrir okkar öflugu foreldra og forráðamenn sem styðja við bakið á okkur og nemendum og fögnum sterkri endurkomu foreldraráðsins. Það má með sanni segja að skólaárið hafi gengið vel, en það er ekki hægt að ljúka þessari yfirferð án þess að minnast á þann góða árangur sem skólinn hefur náð í könnuninni stofnun ársins. Niðurstöður fyrir árið 2023 voru tilkynntar í febrúar og hlaut Menntaskólinn á Ísafirði viðurkenningu annað árið í röð. Í fyrra var skólinn hástökkvari ársins. Það er sú ríkisstofnun sem bætti starfsumhverfi starfsfólks mest árið 2022. Í ár var skólinn svo í öðru sæti í flokki meðalstóra stofnana og hefur þar með hlotið sæmdarheitið fyrirmyndarstofnun. Tilgangurinn með vali á stofnun ársins er að taka eftir og verðlauna vinnustaði sem ná framúrskarandi árangri í mannauðsstjórnun. Þessi góði árangur er hvatning til starfsfólks og stjórnenda skólans að gera enn betur. Mannauðurinn er okkar stærsta auðlind og gott starfsumhverfi er nauðsynlegur jarðvegur fyrir skapandi og gróskumikið skólastarf. Nokkrir starfsmenn eru nú að ljúka störfum við skólann. Það eru Orri Þórðarsson sem kennt hefur íslensku síðan í byrjun árs 2023, Guðrún Ósk Ásmundsdóttir sem kenndi sálfræði á vorin í afleysingum, Hákon Valdimarsson sem hefur kennt vélstjórnargreinar í vetur, Halldóra Jónasdóttir vistarstjóri og Þröstur Jóhannsson húsasmíðakennari sem lætur nú af störfum sökum aldurs. Þeim starfsmönnum sem eru að ljúka störfum þökkum við ánægilegt samstarf og óskum þeim góðs gengis í öðrum verkefnum. Við í MÍ horfum björtum augum til framtíðar og hlökkum til að halda áfram þróttmiklu skólastarfi. Við viljum nota tækifærið á þessum merku tímamótum í sögu skólans til að þakka öllum sem hafa stutt við skólann í gegnum tíðina. Nemendum, foreldrum og forráðamönnum, starfsfólki, atvinnulífinu og samfélaginu öllu. Án ykkar hefði þessi árangur ekki verið mögulegur. Menntaskólinn á Ísafirði ætlar að halda áfram að vera leiðandi í menntun á Vestfjörðum. Þar þurfum við að standa saman vörð skólan okkar og við skorum á Vestfirðinga alla að taka virkan þátt í að móta framtíð skólans svo hann megi halda áfram að vera stolt samfélagsins. Saman getum við tryggt að skólinn haldi áfram að vaxa og dafna. Skýrslu skólans er nú lokið. Ég bið Heiðrúnu skólameistara að koma hér upp en hún mun flytja kveðjuorð frá skólanum til Þrastar Jóhannessonar, kennara í húsasmíði.
dag kveðjum við Þröst Jóhannesson húsasmíðakennara sem nú hættir kennslu sökum aldurs. Þröstur kom fyrst til starfa við Menntaskólann á Ísafirði sem kennari í skíðavali árið 1987 í nokkurn tíma. Frá árinu 2002 hefur hann starfað sem húsasmíðakennari með stuttum hléum. Þröstur hefur sinnt ýmsum störfum við skólann samhliða kennslu. Hann hefur löngum verið öryggistrúnaðarmaður og síðustu árin verið sviðsstjóri starfs- og verknáms, auk þess að sitja í verkefnastjórn vegna byggingar nýs verknámshúss. Í húsasmíðakennslunni hefur Þröstur verið óhræddur við að leita nýrra leiða. Hann hefur sem dæmi nýtt sér samlegðaráhrif við FabLab-smiðjuna og verið umhugað að haga kennslunni þannig að hún undirbúi nemendur sem best undir húsasmíðastörf í framtíðinni. Stjórnendur skólans hafa því ákveðið að tilnefna Þröst til Íslensku menntaverðlaunanna árið 2024. Þröstur þekktur fyrir einstaka prúðmennsku, bæði meðal nemenda og starfsmanna. Og það óhætt að segja að Þröstur búi yfir stóískri ró sem hefur mjög góð áhrif á þau sem eru í kringum hann. Nemendur Þrastar hafi gegnum tíðina bundist honum tryggðarböndum og vil ég vitna beint í einn nemandans sem sagði mér á dögunum hvað hann myndi sakna Þrastar mikið sem kennara. Ég sagðist vera alveg sammála. En þá bætti nemandinn við að það væri vegna þess að Þröstur væri svo mikil GOAT. Eða greatest of all times. Það líklega ekki hægt að fá betri meðmæli sem kennari. Kæri Þröstur, mig langar að biðja þig að koma hér upp. Þegar við kveðjum þig sem kennara hér í dag, þökkum við þér fyrir hollustu þína við húsasmíðakennsluna og skólann. En gleðjumst leið yfir að fá að hafa þig áfram í nokkrum sérverkefnum. Fyrir hönd Menntaskólans á Ísafirði færi ég þér þakkir fyrir samstarf og vináttu og óska þig velferðnar í því verkefni að njóta lífsins og eftirlaunanna áranna með Selmu og fjölskyldunni. Á persónulegum nótum þakka ég þér fyrir einstaklega gott samstarf og fyrir að hafa í orðsins fyllstu merkingu haldið í höndina á mér þegar ég hóf mér störf sem skólameistari og passaði upp á mig og fyrir það verð ég ævinlega þakklát. Takk, Þröstur. En það komið að tónlistaratriði. Útskriftarefnið Agnes Þóra Snorradóttir mun syngja við undirleik Margrétar Gunnarsdóttur og það skemmtilegt að segja frá því að Margrét hér 50 ára stúdent í dag og ég veit ekki hvort hann vill að ég ljósti þessu upp þessu kannski gamla leyndarmálin, hún var semidúks þegar hún útskrifaðist. En lagið sem það flytjar eftir Sigfús Halldórsson og heitir Þín hvíta mynd. Gjörið svo vel, Agnes og Margrét.
Við þökkum Magnúsi Þór og Margréti fyrir þennan fallega flutning. Nú er komið að brautskráningu og afhendingu verðlauna. Ég býð þær Ernu Sigrúnu Jónsdóttur námsráðgjafa og Mörtu Kristínu Pálmadóttur áfanga og fjarnámsstjóra að koma hér upp og taka þátt í brautskráningunni með mér. Í dag brautskráum við 61 nemanda á 14 námsbrautum. Af útskriftarnemum eru 38 dagskólanemendur, 15 dreifnámsnemendur og 8 nemendur í fjarnámi sem eru með Menntaskólann á Ísafirði sem heimaskóla. Einn nemandi útskrifast af húsasmíðabraut, einn nemandi útskrifast úr iðnmeistaranámi, 7 nemendur útskrifast af matatæknibraut, 3 nemendur af sjúkraliðabraut, 2 nemendur útskrifast af lista- og nýsköpunarbraut, 1 nemandi af skipstjórnarbraut A, 2 nemendur af skipstjórnarbraut B, 2 nemendur af starfsbraut, 3 nemendur útskrifast úr stálsmíðanámi og 9 nemendur útskrifast úr vélstjórn A. 35 nemendur útskrifast með stúdentspróf, 3 af félagsvísindabraut, 7 af náttúruvísindabraut og 4 af náttúruvísindabraut íþróttasviði, 16 nemendur af opinni stúdentsbraut, 1 nemandi af opinni stúdentsbraut íþróttasviði og 3 nemendur útskrifast með stúdentspróf af fagbraut. Auk þess útskrifast 16 nemendur úr grunnnámi málm- og véltæknigreina. Af þessum útskriftarnemum eru 45 þeirra viðstaddir í dag. Adrian Nedusak og stúdent af opinni stúdentsbraut. Agnes Þóra Snorradóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut íþróttasviði. Agnes Þóra hlýtur verðlaun fyrir félagsstörf frá Sjóvá og Íslandsbanka. Albert Marcelius Hákonarsson lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Anja Karen Traustadóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Anja Karen hlýtur verðlaun fyrir félagsstörf frá Sjóvá og Íslandsbanka. Anna Marí Jónasdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Arnar Freyr Ólafsson lýkur námi af starfsbraut. Arnar Freyr fær verðlaun fyrir framfarir í námi frá Hampiðinni. Arnór Óli Smárasson lýkur námi af stálsmíðabraut. Arnór Óli fær gjöf frá félagi Járniðnamann á Ísafirði sem hann fær afhent á eftir. Ástmar Helgi Kristinsson, stúdent af náttúruvísindabraut íþróttasviði. Bergrún Halldórsdóttir lýkur námi af sjúkraliðabraut. Bergrún fær rós frá Sjúkraliðafélagi Vestfjarða. Bjarni Viktor Kristjánsson, stúdent af félagsvísindabraut.
Bríet Sigurðardóttir, stúdent af Náttúruvísindabraut. Daði Hrafn Þorvarðarsson, stúdent af Náttúruvísindabraut. Daði Hrafn fær verðlaun fyrir félagsstörf frá Sjóvá og Íslandsbanka. Embla Kleópatra Atladóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Eydís Birta Ingólfsdóttir, stúdent af Náttúruvísindabraut, íþróttasviði. Eyvindur Atli Ásvaldsson lýkur námi af matartæknibraut og stúdentsprófi af fagbraut. Guðrún Dagbjört Sigurðardóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Guðrún Dagbjört fær verðlaun fyrir góðan námsárangur í félags- og hugvísindagreinum frá Sögufélagi Ísfirðinga og Sögufélaginu sem gefin eru til minningar Þorgerði H. Þorvarðardóttur. Guðrún Dagbjört fær einnig verðlaun fyrir góðan árangur í erlendum tungumálum frá Pennanum Eymundsson og danska sendiráðinu. Hanna Hassan Al-Saidi lýkur námi af matartæknibraut. Hálfdán Artur Róbertsson, stúdent af Náttúruvísindabraut, íþróttasviði. Ívar Hrafn Ágústsson lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Ívar Hrafn fær verðlaun fyrir góðan námsárangur í vélstjórnargreinum. Verðlaunin eru veitt til minningar hjónin Margréti Leósdóttur og Jóhann Júlíusson, gefin af Kristjáni G. Jóhannsyni og Ingu S. Ólafsdóttur. Jón Haukur Vignisson lýkur námi af stálsmíðabraut. Jón Haukur fær gjöf frá félagi Árniðnamanna á Ísafirði sem hann fær afhent á eftir. Katrín Bára Albertsdóttir, stúdent af Náttúruvísindabraut, íþróttasviði. Katrín Bára fær verðlaun fyrir félagsstörf frá Sjóvá og Íslandsbanka. Katrín Bára fær einnig raungreinaverðlaun Háskólans í Reykjavík fyrir framúrskarandi árangur í raungreinum og stúdentsprófi. Verðlaunahafinn fær niðurfelld skólagjöld fyrstu önnina í námi, kjósi hann að hefja nám við Háskólann í Reykjavík. Kristín Harpa Höskuldsdóttir, stúdentspróf af fagbraut. Kristín Þóra Henrísdóttir lýkur námi af húsasmíðabraut. Kristján Þórbergur Ástvaldsson lýkur námi af matartæknibraut. Kristján Eðvald Ragnarsson lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Lilja Björg Kristjánsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut.
Lilja Jóna Júlíusdóttir, stúdent af Náttúruvísindabraut. Lilja Jóna fær verðlaun fyrir góðan námsárangur í líffræðigreinum frá Keresis. Magnús Örn Guðnason, stúdent af opinni stúdentsbraut. Marcel Knopp, stúdent af opinni stúdentsbraut. Marian Reni, stúdent af opinni stúdentsbraut. Olga Agata Tabaka lýkur námi af matartæknibraut. Olivia Godlewska lýkur námi af lista- og nýsköpunarbraut og námi af starfsbraut. Rakel Antonsdóttir lýkur grunnnámi málm- og véltæknigreina og stúdentsprófi af opinni stúdentsbraut. Rakel fær verðlaun fyrir góðan námsárangur í rafgreinum frá Orkubúi Vestfjarða. Robin Daniel Scott, stúdent af Náttúruvísindabraut. Rósa Kolbrún Ástvaldsdóttir lýkur námi af matartæknibraut. Rúa Elbedivi lýkur námi af matartæknibraut. Rögnvaldur Már Magnússon, stúdent af Náttúruvísindabraut. Saga Líf Ágústsdóttir lýkur lista- og nýsköpunarbraut og stúdentsprófi af opinni stúdentsbraut. Sigríður Inga Pálsdóttir lýkur námi af sjúkraliðabraut. Sigríður Inga fær rós frá Sjúkraliðafélagi Vestfjarða. Sigrún Betanía Kristjánsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut, íþróttasviði. Sigrún Betanía fær verðlaun fyrir góðan árangur og ástundun á íþróttasviði frá stöðinni Heilsurækt. Sigurbjörg K. Ásgeirsdóttir lýkur námi af sjúkraliðabraut. Sigurbjörg fær rós frá Sjúkraliðafélagi Vestfjarða. Solveig Amalía Atladóttir, stúdent af Náttúruvísindabraut, íþróttasviði. Solveig Amalía fær verðlaun fyrir lofsverða ástundun, framfarir í námi og félagsstörf frá Ísfirðingafélaginu Reykjavík til minningar Jón Leós. Solveig Amalía fær einnig menntaverðlaun Háskóla Íslands fyrir góðan árangur á stúdentsprófi, ástundun og elju í námi. Verðlaunahafinn fær styrk sem nemur upphæð skráningagjalds fyrsta skólaárið, kjósi hann að hefja nám við Háskóla Íslands.
Solveig Amalía fær verðlaun fyrir félagsstörf frá Sjóvá og Íslandsbanka. Og einnig fær Solveig Amalía verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan árangur í íslensku. Svanfríður Guðný Þorleifsdóttir, stúdent af Félagsvísindabraut. Valdís Rós Bjarnadóttir lýkur námi af Vélstjórnarbraut A. Viktoría Anna Reymarsdóttir, stúdent af Náttúruvísindabraut. Auk þess útskrifast eftirfarandi nemendur sem ekki eru viðstaddir hér í dag. Aron Ásgeir Guðbjartsson lýkur námi af Vélstjórnarbraut A. Benedikt Stefánsson lýkur námi af Vélstjórnarbraut A. Brynjar Örn Pétursson lýkur námi af Stálsmíðabraut og fær Brynjar gjöf frá félagi Járniðnaðarmanna á Ísafirði sem hann mun fá afhenta síðar. Helgi Snær Ragnarsson lýkur iðmeistaranámi og stúdentsprófi af fagbraut. Jón Darri Ríhók Súnason, stúdent af opinni stúdentsbraut. Jóna Margrét Guðjónsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Kári Geir Jensson lýkur námi af skipstjórnarbraut B. María Björg Austmar Aðalbjörnsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Martína Elspíta Grissom, stúdent af Félagsvísindabraut. Ognjen Petrovits, stúdent af opinni stúdentsbraut. Rúnar Freyr Hafþórsson lýkur námi af skipstjórnarbraut B. Stanislav Anikaj lýkur námi af Vélstjórnarbraut A. Stefán Sjöpong lýkur námi af Vélstjórnarbraut A. Tómas Geiri Sæmundsson lýkur námi af Vélstjórnarbraut A. Viðar Kristinsson lýkur námi af skipstjórnarbraut A. Þuríður Signý Friðriksdóttir lýkur námi af matartæknibraut. Og þá mega útskriftarnemar setja upp húfurnar sínar. Og þá er komið að því að upplýsa hvaða nemendur voru með hæstu meðaleinkunn á stúdentsprófi. Semidúks skólans með næst hæstu meðaleinkunnina er Katrín Bára Albertsdóttir, stúdent af Náttúruvísindabraut íþróttasviði með meðaleinkunnina 9,41. Katrín Bára hlýtur að því tilefni verðlaun sem gefin eru til minningar Guðbjart Guðbjartsson, sem gefin eru af Ragnheiði Hákonardóttur, Guðbjarti Ásgeirssyni og fjölskyldu fyrir framúrskarandi námsárangur. Við munum nú veita verðlaun fyrir hæstu meðaleinkunn á stúdentsprófi. Það er aldarafmælissjóður Ísafjarðarbæjar sem gefur verðlaunin. Dúks Menntaskólans á Ísafirði árið 2024 er Guðrún Dagbjört Sigurðardóttir.
Björt Sigurðardóttir er stúdent af opinni stúdentsbraut og hún er með meðaleinkunnina 9,44. Guðrún Dagbjört mun nú flytja ávarp og aðrir útskriftarnemendur mega fá sér sæti. Gjörðu svo vel. Kæru samnemendur, starfsfólk og aðri gestir. Ég trúi því ekki að ég sé að standa frammi fyrir ykkur í dag að flytja þetta ávarp. Það er mér mikill heiður og ánægja að fá að gera það. Að fá það fréttir að ég væri dúks var óraunveruleg tilfinning og ég er ekki ennþá að átta mig á þessu öllu saman. Ég átti erfitt með að halda þessu leyndu og helst fyrir foreldrum mínum þar sem ég vildi að þetta myndi koma á óvart. En þegar litið tilbaka á síðustu 3 ár þá voru þau frábær. En líka erfið. Við byrjum okkar skólagöngu í COVID-19 og vorum með grímur fyrst sinn. Það hafði áhrif á margt en mest á félagslífið okkar. Þetta var óvenjulegur tími en hér erum við, útskrifuð í dag. Sem betur fer fengum við síðan að upplifa félagslífið í menntaskólanum sem hefur sannað að menntaskólaárin eru þau allra bestu. Félagslífið hefur verið frábært, fjölbreytt og gefandi. Það hafa verið margar góða stundir sem við höfum átt saman. Meðal annars á böllum, í sólusöfvikunum, á árshátíðum og margt fleira. Þessar stundir eru núna orðnar að minningum. Menntaskólaárin okkar hafa liðið hratt, en eins og Bubbi segir, þá hverfa sporin í sandinum eins og árin. Ég hef átt frábæra skólagöngu í menntaskólanum á Ísafirði og trúi að það gert mig sterkari og tilbúnari til þess að takast á við lífið. MÍ hefur kennt okkur að vaxa og dafna og hvernig við má takast á við áskoranir. Starfsfólki hefur verið magnað og hefur alltaf verið reiðubúið til þess að aðstoða okkur. Skólaandinn hefur verið góður, félagslífið hefur verið frábært og við höfum kynnst fullt af nýju fólki. Ég held að margir séu sammála mér þetta. Ég vil fá að þakka foreldrum mínum sem hafa mínar stoðir og styttur og stutt mig í öllu sem ég hef tekið mér fyrir hendur. Ég vil þakka fjölskyldunum minni og vinum sem hafa stutt mig og hvatt mig áfram. Auk þess vil ég þakka starfsfólki skólans sem hafa ávallt verið til staðar og hafa gert skólagönguna eftirminnilega. Ef ekki væri fyrir ykkur, að þá stæði ég ekki hér í dag. Ég trúi ekki að menntaskólinn sé búinn og við sem að fara í ýmsar áttir. En ég trúi því að við munum öll standa okkur vel í því sem við tökum okkur fyrir hendur. Við getum svo sannarlega verið stolt af okkur, því sjáum við hvað höfum náð langt. Ég óska samnefndum mínum innilega til hamingju með áfangann. Og ég vil þakka ykkur fyrir sem gáðuð ykkur tíma til þess að kominga í dag til þess að gleðjast og fagna með okkur. Ég vona við öll eigum frábæran og eftirminnilegan dag. Ég hlakka til að fagna með ykkur í kvöld. Takk fyrir mig. Þakkum Guðrúnu Dagbjörtu kærlega fyrir hennar orð. Nú er komið að tónlistaratriði. Það er Marian Reni sem leikur á píanó. Brúðkaupsdag á Trollhaugen, opus 65, nr. 2, eftir Edvard Grieg.
Útskriftardagur, skemmtilegur, bjartur, töfrandi fagur. Bros útskriftarnema lýsa upp bæinn og hamingjan í góðum félagsskap með gleðinni. Óskadagur. Einhvern veginn svona mætti lýsa útskriftardeginum okkar sem útskrifuðust frá Menntaskólanum á Ísafirði þann 21. maí 1994 og mögulega þessum hátíðlega degi í dag, deginum ykkar. Útskriftardagar eru einfaldlega dásamlegir. Sá sem útskrifast hefur tekist ætlunarverk sitt, hann hefur tekist á við ýmsar áskoranir, námið, samfélagið, sjálfan sig og lífið. Það sem við, 30 ára útskriftarnemar, eigum sameiginlegt með ykkur sem útskrifast hér í dag, skólagangan í MÍ. Það ekkert minna en magnað að hugsa tilbaka og horfast í augu við það hvað margt hefur breyst á þessum 30 árum. Ég reikna með að þið eigið erfitt með að ímynda ykkur MÍ og samfélagið fyrir rúmum 30 árum. Og hvað það sem að þið gætuð átt sameiginlegt með okkur. Fólki sem nú 50 og eldra. Jú, við vorum einu sinni á aldur við ykkur. Og það bara alls ekki svo langt síðan. Sumt mjög ólíkt frá því sem í dag. Tæknin sem dæmi sem við notuðum ykkur líklega framandi. Ritvélar, glærur og myndvarpar. Við handskrifuðum glósurnar okkar, skólabækurnar voru allar fýsiskar og Ísland var bara rétt að kynnast internetinu. Fyrstu dagana í fyrsta bekk fórum við í gegnum busavígslu þar sem nemendur í 3. bekk fengu fullt leyfi til að klekkja á okkur og baða okkur upp úr illa lyktandi viðbjóði. Sumt hefur minna breyst. Við djömmuðum í Sjallunum og Krúsinni. Það var nægt framboð á böllum og snilldar hljómsveitum. Nýdönsk, Toddmobil, SS Soul, klassík. Nú eða að það var diskó með Rúnar og Víði og já, við fórum í pilsuvagnin eftir ball og það var geggjað. Stóru böllin voru haldin í félagsheimilinu í Hnífsdal og þá mögulega líka bara oft á sumrin og skrallið var haldið í Súðavík, ógleymanlegt. Mér finnst við hæfi að tala vináttu. Sá sem á góða vini gengur ekki einn í gegnum lífið. Mikið sem ég þakklát fyrir þá vini sem ég eignaðist á menntaskólaárunum. Samverustundir okkar hafa auðvitað aðeins strjálast, en það alltaf eins og við höfum hist í gær. Þetta skiljið þið betur seinna. Það sem ég held að við eigum sameiginlegt útskriftarnema dagsins í dag og 1994 að við fengum tækifæri til að upplifa allt það sem fylgir því að ganga í menntaskóla. Og við nýttum það tækifæri. Við fengum að þroskast og vaxa í uppbyggilegu umhverfi menntaskólans á Ísafirði. Við fengum í veganesti, hvatningu og trú á eigin getu sem dýrmætt veganesti út í lífið. Framtíð. Töfrastundir, þrautir, augnablik lífstíð. Kemur og staldrar örstutt við. Draumar og veruleiki skora á veröldina og þig. Lífsins ævintýri. Að lokum langar mig að bera útskriftarnemum kveðju frá útskriftarárgangi 1994. Hjartans hamingjóskir. Þið eru skínandi glæsileg, haldið áfram að skína og blómstra. Verið trú ykkur sjálfum, virkið styrkleikana ykkar og ástríðu. Framtíðin ykkar og útskriftarárgangur 1994 með ykkur í liði. Takk fyrir okkur, MÍ.
sæti sig fyrir hennar orð og ávarp. Næst komið að fulltrúa fyrsta útskriftarárgangs MÍ. Það Kristján G. Jóhannsson sem flytur ávarp fyrir hönd þeirra sem eiga 50 ára útskriftarafmæli. Skólameistari, útskriftarnemendur og aðrir gestir. Haustið 1969 tilkynnti menntamálaráðherra á fundi Fjórðungssambands Vestfirðinga að menntaskóli yrði stofnaður á Ísafirði. Og þar með var 24 ára barátta Ísfirðinga og nærsveitunga fyrir þessu mikilvæga máli í höfn. Árin á undan var mikill samtakamáttur í samfélaginu að vinna að þessu máli, meðal annars að stofnu 12 manna nefnd sem ætíð var kölluð postulanefndir út af fjöldanum. Vann hún ötullega málinu og safnaði undirskriftum á 30.000 Vestfirðinga til stuðnings þessu. Ég tel að rétt sé að halda því til haga að fram að þessu var einungis hægt að stunda nám í framhaldsskóla á 3 stöðum á landinu. Það var Reykjavík, Akureyri og Laugarbær. Þannig að Ísafjörður var 4. staðurinn sem bættist við, sem annað heldur en staðan í dag. Og það var mikil breyting fyrir ungt fólk hér að geta stunda nám í framhaldsskóla í sinni heimabyggð. Og í byrjun október 1970 hófum við 34 unglingar nám við skólann. Það var til húsa í neðri hæð gamla barnaskólans í frekar þröngu húsnæði, en það var nú allt í lagi fyrir þennan fjölda. En þetta var sérstök reynsla fyrir okkur að vera fyrstu nemendur skólans. Og meðal annars þurftum við að skapa hefðir fyrir skólastarfið og ég held að sumar þeirra lifi enn. En eitt var sem vantaði og það voru engir efri bekkingar. Þannig að það var engin busavígsla þarna haustið 1970. Það beið næsta haust. Skólastarfi gekk vel og eftir 4 vetra nám þá útskrifuðust 30 stúdentar með hátíðlega athöfn í Alþýðuhúsinu á Ísafirði. Og hér í dag erum við 10 úr þessum árgangi mætt. Það má nú kannski nefna eitt dæmi segluna í þessum árgangi að núna 50 árum eftir útskrift að þá eru allir á lífi. Enginn hvatt þess að jarðast. Menntaskólinn á Ísafirði og hefur verið mikilvæg grunnstoð þessa samfélags hér og það er ómetanlegt að hægt sé að stunda framhaldsnám sem næst sínu byggðarlagi. Það er okkur sem útskrifumst fyrir 50 árum ánægjuefni að skólinn hefur haldið áfram að vaxa og dafna og vonum við að svo verði áfram og ókomna tíð. Ágætu útskriftarnemar, það er stór áfangi á ykkur að útskrifast og ég er viss að það eru mörg tækifæri sem bíða ykkar í framtíðinni. Fyrir hönd okkar 50 ára stúdenta vil ég óska ykkur öllum hjartanlega til hamingju með áfangan hér í dag og vonum með ykkur vegni vel á komandi tímum. Takk. Þakkum Kristjáni fyrir hans orð. Næst er það Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir, formaður skólanefndar Menntaskólans á Ísafirði, sem flytur okkur ávarp hér í dag í tilefni þess að 50 ár eru liðin frá fyrstu útskrift úr MÍ. Ágætu útskriftarnemendur, skólameistarar, núverandi og fyrrverandi, afmælisárgangar og aðrir gestir. Í dag fögnum við því að 50 ár eru frá fyrstu útskrift Menntaskólans á Ísafirði. Á hverju vori í 50 ár hafa nemendur, foreldrar og kennarar
prúðbúist og fagna stórum áfanga. Mig langar í þessu ávarpi aðeins að fjalla frumkvöðlana og brautryðjendurna sem að ruddu leiðina til þess að við gætum verið hér í dag. Því að stofnun Menntaskólans á Ísafirði gerðist ekki af sjálfu sér og sé horft á aðdragandann sem Kristján kom inn á hér áðan, ljóst að mikla og langa baráttu þurfti til. Fyrst var minnst á stofnun Menntaskóla á Ísafirði á prenti árið 1944. Hannibal Valdimarsson lagði síðan fyrstu fram frumvarp árið 1946 stofnun Menntaskóla utan Reykjavíkur og Akureyrar og á ný árið 1947 og 1948. Áfangasigur náðist síðan 1949 þegar leyfi fékkst til starfrækslu 4. bekkjar bóknámsdeildar við Gagnfræðaskólann á Ísafirði, en sú deild lagðist síðan af árið 1952. Haustið 1958 var sett saman nefnd félagasamtaka á Ísafirði til að vinna að stofnun Menntaskóla að frumkvæði Oddfélagsstúkunnar Gests. Nefndin hélt fjölmennan borgarafund vorið 1959 þar sem þess var krafist að strax yrði settið á stofn eins árs framhaldsdeild við Gagnfræðaskólann og síðar Menntaskóli á Ísafirði. Menntamálaráðherra varði þeirri kröfu og framhaldsdeildin hóf rekstur árið 1960 sem stóð til vorsins 1970 þegar Menntaskólinn á Ísafirði var stofnaður. Baráttan fyrir Menntaskóla hélt síðan áfram og á árunum 1959 til 1969 voru þingmenn kjördæmisins hvattir til að flytja frumvarp Menntaskóla á Alþingi. Þetta frumvarp var endurflutt árin 1960, 62 og 64. Þarna var nokkuð þreyta komin í fólk við að ekki náðist árangur og það má greina mikla óþreyju í opinberum blaðaskrifum og fleira. Haustið 1964 tók síðan til starfa þessi 12 manna nefnd áhugamanna sem Kristján minntist á, stundum nefnd postularnir til að ýta á eftir málinu. Postularnir sett af stað undirskriftasöfnun og söfnuðu 3000 undirskriftum vestfirskra kjósenda. Þessar undirskriftir voru síðan afhentar Hermanni Jónasyni, fyrsta þingmanni Vestfjarða á fundi í Mánakafi á Ísafirði þann 17. janúar 65. En það áhugavert samanleiti málið skoðað á fleiri vígstöðum. OECD og Íslenska ríkisstjórnin fengu 3 Norðmenn til að gera tillögur að 5 manna framkvæmdaáætlun fyrir Vestfirði. Þeir lögðu til að menntaskóli yrði stofnaður á svæðinu til að auðvelda Vestfirðingum að keppa háskólamenntað fólk. Þá segir í skýrslunni að ekki sé grundvöllur fyrir menntaskóla sökum fólksfæðar eða erfiðleika við að fá hæfa kennara, rök sé ekki nægilega þung. Fremur ætti að spyrja hvernig hægt sé við ríkjandi aðstæður að byggja og reka menntaskóla á Vestfjörðum á sem bestan hátt. Rætt að setja mætti þar upp sérhæfða líffræðideild sem gæti tengst væntanlegum fagskóla á svæðinu fyrir fiskiskipaflótan á fiskiðnaði. Það eru síðan tíðindi á Alþingi árið 1965 þegar samþykktar voru breytingar á lögum menntaskóla þar sem sagt að menntaskóli skuli vera á Ísafirði. Með samþykkt þessa frumvarps vannst mikilvægur sigur en hann var súr því að það fylgdi ekkert fjármagn. Áfram var barist fyrir fjármagni til að stofna og reka skólann. Bæjarstjórn Ísafjarðar samþykkti árið 1968 að kjósa 5 manna nefnd til að vinna að framgangi málsins. Þeir funduðu með menntamálaráðherra, skrifuðu blaðagreinar og bréf, hittu ráðherra og margt fleira til að ýta málinu áfram. Á fundi nefndarinnar þann 18. júní 1969 var ákveðið að halda borgarafund og kynna máli fyrir almenningi. Á sama fundi var lögð fram blaðagrein sem Jón Páll Halldórsson og Gunnlaugur Jónasson höfðu tekið saman og birtist í Morgunblaðinu í júní 1969 undir yfirskriftinni Ný menntunar höfuðból verða að rísa. Jafna verður aðstöðu til skólagöngu. Greinin fjallaði kostnað við að stunda menntaskólanám fjarri heimili og aðstöðumun ungmenna sem geta stundað nám frá heimili sín og þeirra sem geta það ekki. Borgarafundurinn var haldinn 8. september og daginn áður var áðurnefndur fundur hjá Fjórðungssambandinu með menntamálaráðherra, þingmönnum kjördæmisins og bæjarráði. Þar skýrði Gylfi Þ. Gíslason menntamálaráðherra frá því að ríkisstjórnin hefði ákveðið að menntaskóli skyldi taka til starfa á Ísafirði haustið 1970 og gert væri ráð fyrir því í fjárlögum ársins. Í skutli 12. september 69 fjallað ákvörðunina og sagt að með henni væri brotið blað í þróunarsögu kaupstaðarins og það ekkert ofsagt. Nefndin hafði þetta leyti samið drög að námskrá fyrir skólann þar sem gert var ráð fyrir 2 deildum, máladeild og tæknideild. Staða skólameistara var auglýst og úr 4 umsækjendum Jón Baldvin Hannibalsson skipaður í stöðuna. Kennsla hófst síðan við menntaskólann á Ísafirði haustið 1970 og fyrstu stúdentarnir voru útskrifaðir 3. júní 1974. Langar hér að þakka þessum fyrstu nemendum, þeim sem skráðu sig fyrst, þeim sem ruddu brautina,
fyrir hugrekkið að hafa skráð sig, því það var ekki einfalt mál heldur. Þannig að ég vil hér þakka ykkur kærlega fyrir að hafa haft hugrekki til þess. Og ekki síst fyrir að skapa hefðir og mynda þá hefðir sem enn eru í dag, sumar hverjar. En saga stofnunar Menntaskólans á Ísafirði er kunnuleg þar sem baráttan fyrir úrbótum og framförum er enn þung og tímafrek. Menntun er lykilatriði í þróun byggðar, atvinnu og mannlífs. Við verðum að halda áfram að berjast fyrir tilvist og framgangi Menntaskólans á Ísafirði til að hann geti elst og þroskast og gegnt áfram lykilhlutverk í þróun Vestfjarða. Eldmóður og þrautseigja hafa alltaf verið lykilþættir í uppbyggingu menntunar á Ísafirði og Vestfjörðum öllum. Baráttan fyrir Menntaskólanum á Ísafirði sýnir það vel. Eldmóðurinn var sá kraftur sem knúði einstaklingana, félagasamtökin, til að leggja á sig ómælda vinnu, skipuleggja fundi, undirskriftasafnanir, skrifa greinar, fara suður, hitta ráðherra, það var ekki alveg eins auðvelt og í dag. Þennan eldmóð má sjá í því hvernig fólk var tilbúið að fórna tíma sínum og orku fyrir sameiginleg markmið, jafnvel þó útkoman væri óviss. Þrautseigjan birtist í því hvernig fólk gafst aldrei upp, jafnvel þó áratugir liðu án þess að markmiðin næðist. Þeirra helsti drifkraftur var trúin á mikilvægi menntunar og réttin til jafnra tækifæra fyrir alla, óháð búsetu. Þetta fólk skildi að menntun er grundvöllur þróunar og framfara og var staðráðið í að tryggja komandi kynslóðum betri framtíð. Við njótum þess nú hér í dag. Þessi eldmóður og þrautseigja endurspeglast enn þann dag í dag í þeirri baráttu sem fer fram fyrir áframhaldandi eflingu menntunar á Vestfjörðum. Við sjáum það í störfum kennara, foreldra og nemenda sem vinna því að skapa öflugt og fjölbreytt námsumhverfi. Þessi barátta sýnir að með sameiginlegum krafti og staðfestu er hægt að ná stórkostlegum árangri og breyta samfélögum til hins betra. Það er með þessum eldmóðu þrautseigju sem Menntaskólinn á Ísafirði mun halda áfram að vaxa og dafna þrátt fyrir áskoranir sem kunna að koma upp. Það er þessi andi sem við fögnum í dag og hann mun leiða skólann og samfélagið áfram inn í bjarta framtíð. Ágætu nýnemar, útskriftarnemar, finniði eldmóðin ykkar, finniði það sem þið brennið fyrir og vinnið að því af þrautseigju af þeim markmiðum sem þið viljið stefna að. Ég óska ykkur til hamingju með daginn og ég óska Menntaskólanum á Ísafirði til hamingju með 50 útskriftarár. Þá er komið að tónlistaratriði og það er flutningur á lagi sem Menntaskólinn á Ísafirði fékk að gjöf við útskrift árið 2019. Það var útskriftarárgangur 2009 sem þá átti 10 ára útskriftarafmæli sem gaf skólanum þetta fallega lag. Halldór Smárásson er einn nemenda úr þessum árgangi og samdi lagið við texta eftir Stig Berg Sófusson. Og það verður nú flutt hér á söngkóp sem hóað var saman og samanstendur af starfsfólki, fyrrum nemendum og fulltrúum útskriftarnema. Og lagið heitir Gott að sjá þig.
Við þökkum Halldóri Smárasyni fyrir þetta fallega lag og þessum glæsilega sönghóp fyrir fallegan flutning á Emmi í laginu okkar. Svanhildur Garðarsdóttir sem sá utanumhald með sönghópnum fær sérstakar þakkir. Kæru útskriftarnemar, í dag erum við hér samankomin til að fagna merkilegum áfanga í lífi ykkar. Þetta er dagurinn sem þið hafa beðið eftir, dagurinn sem markar endalok eins tímabils í lífi ykkar og upphaf þess næsta. Þessi dagur er ykkar dagur, innilega til hamingju með útskriftina. En hér í dag fögnum við ekki aðeins ykkur, kæru útskriftarnemendur, heldur einnig merkilegu afmæli skólans og því að nú eru liðin 50 ár frá því að fyrstu nemendurnir útskrifuðust frá skólanum. Í gegnum öll þessi 50 ár hefur fjöldinn allur af nemendum, rétt eins og þið útskriftarnemendur, lagt grunninn að framtíð sinni í þessum skóla. Þeir hafa fylgt draumum sínum og náð góðum árangri á ólíkum sviðum. Verið því velkomin, kæru útskriftarnemendur, í hóp hátt í 2500 útskrifaðra MÍ-inga frá upphafi. Þegar ég settist niður og fór að huga að þessu ávarpi, fór ég að velta fyrir mér hver væri munurinn á nemendum sem útskrifuðust fyrir 50 árum, já eða 45, 40, 30 árum og ykkur sem eruð að útskrifast hér í dag. Það fyrsta sem mér datt í hug var hvað allt væri ólíkt. Kennslan fyrir öllum þessum árum fór fram á krítartöflum með blaði og blýanti og ritgerði þurfti að pikka á ritvél eða jafnvel handskrifa. Nemendur voru ekki með tölvur, snjallsíma eða internet. Það var ekki hægt að fylgjast með vinum sínum á Snapchat, BeReal eða TikTok. Eini orkudrykkurinn á markaðnum var kaffi og til að komast á stefnumót þurfti annaðhvort að hringja í viðkomandi, þurfti annaðhvort að tala við viðkomandi augliti til auglitis eða hringja í hann og þá gat alveg farið svo að mamma hans eða pabbi svöruðu í símann. 50 ára útskriftarnemendur upplifðu þó ekki þau ósköp að fara í gegnum heimsfaraldur á sinni framhaldsskólagöngu eins og þið sem eru að útskrifast í dag. Þau þurftu ekki að byrja í skólanum með grímur eða nota spritt sem var á hverju horni. En þeim mun meira sem ég hugsaði munin á útskriftarnemendum í dag og þeim sem eldri eru, komst ég að því að þó margt væri ólíkt, þá væri ansi margt sem væri líklega næstum eins. Þráttir að margt hafi breyst á síðustu 50 árum, þá eru ákveðin gildi og lífsgildi sem hafa haldist óbreytt. Nemendur þá að nú hafa allir upplifað gleði og spennu við að læra nýja hluti, lifað áskoranir sem fylgja námi og ánægja því að ná árangri. Bæði þá og nú hafa nemendur þurft að takast á við próf, verkefni og áskoranir, lært að vinna saman og styðja hvert annað í gegnum skólagönguna. Fyrstu útskriftarnemendurnir árið 1974 stigu sín fyrstu skrif út í heiminn með von í brjósti og tiltrú á að þeir gætu breytt heiminum, alveg eins og útskriftarnemendur dagsins í dag. En hér í skólanum hafi þið kæru útskriftarnemendur lært nýja hluti, tekist á við ýmsar áskoranir, þið hafi lært að vinna saman í hópum og hafi sýnt hugrekki með því að stíga út fyrir þægindarammann. Þið hafi myndað vináttu, stækkað sjóndeildarhringinn, öðlast nýja þekking og hæfni og eru nú reiðubúin að takast á við næsta skref í lífi ykkar. Það er samt mikilvægt að muna að menntun ykkar endar ekki hér. Hún er stöðugt ferli sem fylgir ykkur allt lífið. Við í MÍ höfum aðeins hjálpað ykkur að leggja grunninn og nú er það ykkar að byggja ofan á hann. En áður en þið haldið út í daginn og svo út í lífið, langar mig að minna ykkur á nokkur atriði sem gott er að hafa í huga. Fyrst og fremst, trúið á ykkur sjálf. Trúið á ykkur eigin getu til að ná árangri, jafnvel þegar leiðin virðist erfið. Þið hafi nú þegar sýnt að þið höfðu styrkinn og þrautseiguna til að ljúka náminn ykkar og þessi eiginleiki mun koma ykkur langt í framtíðinni. Í öðru lagi verið óhrætt við að gera mistök. Mistök eru óhjákvæmileg á leiðinni til árangurs. Það er í gegnum mistök sem við lærum mest og þroskumst mest.
Í þriðja lagi munið að sýna öðrum virðingu og samkennd. Samfélag okkar byggir á samvinnu og virðingu fyrir fjölbreytileikanum. Í fjórða lagi leitið alltaf að tækifærum til að læra og vaxa. Heimurinn í sífelldri þróun og það mikilvægt að þið séu opin fyrir nýjum hugmyndum og nýrri þekkingu. Haldið áfram að ögra ykkur sjálfum og leitast við að bæta ykkur. En síðast en ekki síst, verið óhrædd við að fylgja hjarta ykkar og draumum. Lífið of stutt til að eyða því eitthvað sem þið hafið ekki ástríðu fyrir. Leyfið draumum ykkar að leiða ykkur áfram og hafið trú á að þeir muni rætast. Kæru útskriftarnemendur, framundan eru nýjar áskoranir, nýjir skólar, ný störf og ný tækifæri. Framtíðin ykkar og þið eru framtíðin. Það í ykkar höndum að móta samfélagið sem þið viljið lifa í. Samfélag þar sem réttlæti, jafnrétti og virðing fyrir öllum einstaklingum og umhverfi ykkar í fyrirrúmi. Þið hafið getu til að breyta heiminum til hins betra, hvort sem það í gegnum nám ykkar, störf eða einfaldlega með því að vera góðar manneskjur sem skipta máli í lífi annarra. Ég vil að lokum þakka ykkur fyrir þann tíma sem við höfum átt saman hér í Menntaskólanum á Ísafirði. Þið hafið sett svip á skólasamfélagi okkar og við munum sakna ykkar. Fyrir hönd starfsfólks skólans óska ég ykkur, fjölskyldum ykkar og ástinum innilega til hamingju með útskriftina. Við óskum ykkur allsins besta og hlökkum til að fylgjast með ykkur í framtíðinni. Takk fyrir að hafa valið MÍ sem ykkar framhaldsskóla, enn og aftur til hamingju. Kæru útskriftarnemar og gestir, það komið að lokum þessara brautskráningarraðtafnar. Mig langar að þakka samstjórnendum mínum og starfsfólki sem kom að undirbúningi þessara raðtafnar fyrir samstarfið og afmælisárgöngum fyrir hlý orð. Gefendum verðlauna þakka ég hlýhug í garð skólans. Ég vil hér nota tækifærið og þakka starfsfólki skólans, nemendum og forráðamönnum fyrir gott samstarf á skólaárinu. Það komið að skólaslitum og ég segi Menntaskólanum á Ísafirði slitið í 54. sinn.